Ég staddur út á Granda, nánatiltekið í höfuðstöðum Myrkur Games, en þau hafa síðastliðið 6 ár unnið að leiknum Echoes of the End og nú komið því að leikurinn er að koma út á PC, PlayStation og Xbox og hjá mér er Halldór Kristjánsson sem er framkvæmdastjóri Myrkur Games og Aldís Ama sem er leikona og leikur aðal hlutverki í leiknum. Og mér langar að spyrja ykkur bara fyrst svona, hvernig var ykkar samstarf fyrir henni til? Hvernig kom það til? Við vorum, þetta byrjaði raunverulega úr háskóla hjá okkur þetta verkefni. Við vorum 3 stofnendur sem hittust í á loka ári og vorum að þróa annan minni töluleik á þeim tíma og spólum alveg yfir okkur í metnað eins og aftur núna og gerðum töluleik á 3 vikum sem var basically bara svefnlaus alveg að til En svo fórum við þaðan og byrjuðum þetta verkefni á svona bara kennsla á tækifæri sem var fyrir hendi. Bæði var þetta náttúrulega okkar aðalástríða, okkur langaði ógeðslega mikið vinna svona leiki, en hins vegar var líka skapast bara nýtt tækni og bara þróunartækifæri með breytingu í iðnaðinum. Þannig að við byrjuðum og ákveðum bara að taka stóra stökki og fara í miklu stærri leik heldur en kannski væri eðlilegt að gera nýðskauðnemi, en okkur fannst svolítið tækifæri leikja þar. Og það var svona frekar snemma hjá okkur sem að við vorum búin að ákveða kannski svona grunnatriðin í leiknum. Hver var aðalkarakterinn, ekki hver myndi leika, en hver aðalkarakterinn væri og hver grunnsagan væri og hver vegferðin væri. Og eftir það þá fórum við eiginlega bara að leita, sko. Við vorum eiginlega bara, vissum eiginlega ekkert, vorum nýbúin að ráða til okkar Daða sem er yfir leikstjórn á leikurum hjá okkur og ég var bara verðum að finna ykkur í þetta hlutverk og setja ykkur á þetta andlit og við fengum, hendum bara út svolítið bara casting, og fengum bara fólk inn sem bara gat mögulega verið inn aðalkarakterinn okkar og það situr alveg bara blýfast í mér að þegar Aldís kom inn til okkar og kom í áheyrnarpröfu þá vorum við mjög spennt að taka á móti henni og hún fór í motion capture galla sem var þá miklu meira primitív en það sem við erum núna og ég man bara hún sagði eina línu úr handritinu og ég held að það verið 80 sem eru mókapin hjá okkur við tengdum bara augu, að við vissum bara þetta er inn og eftir þetta vorum bara oh my god og svo spjölluðum við Aldísi líka og hún útskýrði fyrir okkur, hún hefði spilað þessa leiki, marga sambærilega leiki, það verið mikill aðdáandi Mass Effect á tíma myndum við hafa nefnt líka og þá vorum við svona ok, þetta er bara natural fit í allar áttir sko, hún náði einn body að karakterinn alveg bara strax frá fyrsta degi og það er oft sagt og Daði hefur sagt mig 80% af því að leikstjóra er bara að velja réttu manneskjuna í hlutverki sem getur komið allt sem þarf til þess og við vorum bara heppin að ná að gera það. Ég er með smá aðra hlið á þessu síðan sem þú veist væntanlega aðeins hlið en að því að þegar Daði kemur inn í Myrkur þá erum við nýbúin að vinna saman. Ég er bara nýbúin að kynnast það. Þannig að við klárum að skjóta kvikmynd veturinn 2017 og ég útskrifast úr Listaháskólanum 2016 þannig að ég var bara mjög mikið einhvern veginn að koma mér á framfæri og Daði hefur samband við mig annarkvort rétt í kringum öðru hvoru megin við áramót og segir ég var að byrja að vinna hjá fyrirtæki sem er að gera tölvuleik og þið voru búin að ákveða leikonu en ykkur vantaði andlit sem myndi kannski holdgera persónuna sem að þau voru búin að sjá fyrir sér og það er alltaf sem trillt við tölvuleiki að þó sért leikarinn, það þýðir ekki endilega að þetta myndi lítið út eins og þú. Já, það var rétt. Við vorum með annað andlit sem var komið fyrir og svo var það bara hröð beygja eftir að þú veist ráðinn. Jæja, þakka þér fyrir. Já, það er rosalegt. Já, þannig að ég til dæmis vissi ekkert af þessu castingkolli en Daði sendi á mig og ég sagði við Daða að verandi svona mikil tölvuleikjakona, sagði við hann að ég væri ógeðslega spennt að koma að spjalla og vita meira en ég myndi ekki koma nema ég fengi að koma í pröfu fyrir líkama og rödd, ekki bara andlitið. Því fyrst vildi ég bara hitta mig svona kanna hvort ég væri þessum áhuga á þessu og síðan fyrir við að spjalla og ég fyrir þetta í pröfuna og það gekk svona vel. Og það er svona mín hlið. Þannig stundum þarf maður líka bara að vera smá frekur Já, sérstaklega það er svona spennandi verkefni sem maður hefur áhuga að koma inn í. Það er málið Er ekki rosalega að upplifa sjálfan sig inn í tölvuleik? Svona verandi mikil tölvuleikjaspilari. Er það ekki? Jú, það er kannski bara eins og að vera í bíómynd eða kvikmyndið? Nei, það er alveg rosalegt sjónvarpsþætti? Nei, það er allt öðruvísi. Og líka bara ferlið er svo allt öðruvísi. Og að mörgu leyti er það miklu meira frelsandi að vera í tökum á tölvuleika því að það eru, þú ert náttúrulega bara í algjörlega nánast opnu rými og það eru engin takmörk á hreyfigetu eða hvar props er eða neitt slíkt þannig að þú ert bara svo ógeðslega frjáls minna pæli ljósi og birtu og öllu. Það vonda náttúrulega þau hefur ekkert þessu leikamáti. Þannig ég oft líkt þessu við þetta sé smá eins og þegar þú ert barn í svona algjörum þykjustuleik.
Þetta er bara það nema, þú veist, fullorins. Já, þannig að ég veit að það er mikið svona buddy stemming í leiknum. Já. En lékuðu mikið að sinnum saman, eða var þetta allt saman? Allt saman. Sem þið gerið? Já, ég bara held það. Þannig að þið hafa alveg verið að kasta af hvort öðru svona, þú slínur á þannig. Já, maður. Og í mörg ár. Já, mörg ár. Það er nefnilega líka dulið, að þú veist, upptökuefni fyrir svona eins og fyrir heila Netflix-seríu. Og þetta er rosa ferðlega. Mér skæði þetta aldrei minna á hana punkt vegna þess að þetta er kannski eitthvað sem allir gera sér ekki alveg grein fyrir í framleiðslu tölvuleikja. Við erum að taka upp hana leikurinn spilanlegur, sko. Þannig að þetta er ekki bara svona, hérna allt handritið sett niður og svo bara búið til settið og tekið upp. Allar upptökurnar eru náttúrulega bara inn í þessu tóma rými, þar sem þú ert bara í rosa skrýtni galla með punkt á þér, sem ekkert svaka flattering alltaf. Nei. Bara aldrei. Þú ert bara kl. 7 á þriðjudegi eða eitthvað skilur, með punktana á, með eitthvað punta andlitur á myndavél með ljós hérna fyrir framan þig. Þannig að það þarf alveg stórkostlega mikla einbindingu og talent til þess að geta bara, ok, núna er ég hér, núna er ég að gera þetta og þú ert ekki með neitt að þessu fram að þig, kannski með teiknaða mynd eða eitthvað, en þetta er allt annað ferli og tölvuleikir líka sjálfum sér eru framleitir að þessu leyti öðrum kvikmynd vegna þess að þeir fari gegnum svo mikið af ítrunum. Þú byrjar, þetta er miklu meira en svo kannski þessu hugbúnaðarvara, því að þú byrjar með einhverja frumgerð og svo skrifar að handrið þeirra frumgerð og svo ert að þróa það upp í betri og betri vöru. Þannig að eins og núna kannum við sjáum Rinn í trailerunum eða Abram í trailerunum með umhverfin. Þetta leiti ekkert svona út ári 1, 2, 3, fattar mig. Við varum með allt aðra konsept og allt annað útlit og svo bara eftir því sem við erum með fastara í móti hvernig leikurinn að líti út og við erum búin að herða söguna betur og herða heiminn betur að þá svona fellur þetta í skorður. En það er líka áskorun sem ég get vel ímyndað að aldrei að vera að díla við að hún bara veit ekki alveg hvernig nákvæmlega umhverfin líti út, hvar nákvæmlega hún er. Þannig að það er svona kannski sína einn áskorunir í þessu, sko. Og líka kannski karakterinn situr lengi með þér, 6 ár. Er þetta ekki bara, þú ert ekki að kveðja hann, bara taka eitthvað stykki og svo bara. Nei, alls ekki. Ég meina ef það gengur vel þá erum við að fara að vera með Rinn miklu lengur. En ég held einmitt sko í okkar bransa, eða mínum bransa sérstaklega, hérna leikarabransunum, að þá er ótrúlega dýrmætt að vera með eitthvað svona sem hefur að þroskast með þér. Eins og ég segist, ég er tiltölulega nýútskrifuð þegar ég byrja að vinna með myrkur. Og þar að leiðandi einhvern veginn búin að vera nánast alla mína svona faglegu ævi bara með einhvern veginn, eitthvað svona bara, hvað maður segja, partur af Rinn og myrkur með mér. Og þess vegna líka þegar ég er að leika Rinn og ég auðvitað kast óslega mikilvægt, en mér líður bara eins og ég sé búin að holdgera hana svo mikið að þegar við erum að leika, þá stundum er þetta ekki nema bara Daði segir eitthvað svona já, það var eitthvað smá og ég veit. Og síðan bara gerum við það. Af því við vitum svo ótrúlega mikið hvað við erum að tala at this point. Enda líka bara, við erum búin að fara 3 fyrir tökur, held ég. Af því það hefur bara verið svo margar breytingar og endurskrif og aðlaganir. Og eins og þú segir, þið skrifið handrit, eða handritsteymið skrifa kannski handrit og aftur, við vitum síðan ekkert hvað er hægt að útfara. Nei. Þannig að það hefur verið að breytast handritið út frá bara, já, við höfum bara ekki tök að gera þetta eða við viljum stækka þetta. Já, akkurat, sko. Og það er einmitt líka eftir hvernig við smíðum leikinn er að þegar við erum kannski að skrifa endurskrifa eitthvað hannig að þá leikurinn er að mótast í rauntíma. Við erum ekki með kjarna game-mekaníkin en neitt, þannig að við þurfum að fara einmitt aftur í tökur fyrir allt samhengisgefandi upplýsingar. Þannig að kannski ertu búin að heitir leiknari senu í leiknum sem er tekin upp fyrir 4 árum og svo fyrir 3 metra áfram og línu sem er tekin upp fyrir 3 mánuðum. Eða fattar mig, þetta er svo ótrúlega, hvernig þetta stokkast saman er ekkert augljóst, sko. Nei, þetta er alveg magnað. Og hérna með karakterinn, hvað getur þú sagt okkur með hann? Hafðirðu áhrif á að móta hann eða var hann eiginlega mótaður þegar hann fékkst henni hennar eða hvernig? Sko, mér finnst eins og það er búið að móta Rinn ógeðslega vel og strákarnir eru með mjög skýra sýn. Og sko heimurinn, þannig að við verðum að tala smá bara hérna Dungeons & Dragons og þannig, heimurinn er svo ótrúlega þéttmótaður og hefur verið það svo lengi. Þannig að hver hún er í samhengi við allan heiminn gerir það svo auðvelt, finnst mér, að svona skilja hana. Af því hún er ekki bara, þetta er ekki eitthvað svona ómótaður hugmyndir þó svo sem að tala að hlutirnir breytist. Þá eru ákveðnir hlutir sem hafa verið stöðugir mjög lengi. Þannig að ég held að ég get alveg sagt að ég sé búin að koma með alls konar í Rinn, en að sama skapi þá líka bara einhvern veginn tekið á mótinu og ég veit hver hún er, svolítið. Og ég held að þrátt fyrir alla breytingar þá hefur Rinn eiginlega haldist mjög söm við sig. Það sko aðrir karakterar búin að fjúka og koma og flæða, en Rinn og Abram, þau hafa eiginlega bara staðið fast á sínu allan tíman, svolítið. Akkurat, þau eru búin að vera og það er náttúrulega helsta ástæðan því að þau eru náttúrulega hjartað í leiknum og hjartað í sögunni. Það er það sem allt hitt límist í kringum. Þannig að
skapa þeirra vegferð eða breyta einhverju í vegferðinni þeirra, að þá helst þetta svona duality milli þeirra frekar konstant, það allt byggt út frá því, sko. En það einmitt hérna bæði með aðra leikara og aðri sem í þessu að þá þú veist, þá fólk líka kominn og það kannski líka breytingar á þeirra karakterum í einhver samhengi, en svo hefur líka fengið fólkinn sem þá að hoppa í aðra karaktera sem líka ekki kannski augljóst í tölvuleikjum að það kannski ein rödd sem 3 karakterar hjá okkur eða eitthvað. Þú veist, að þetta ekki sama andlit, þannig að þú veist, ég held að áhorfendur erfitt með að benda á hver hvað tvisvar, en þetta mjög algengt í tölvuleikjum, sko. Þannig að sumir hjá okkur þú veist, ákveðin bakgrunnsrödd og ákveðin aukaleikari. Þannig að þetta verið þéttur hópur sem er með mjög frábær hópur sem er búin að koma að þessu verkefni, bæði leikarar en ekki síður starfsfólk og bara fullt af fólki. Þetta eins og ég segi, it takes a village að setja svona saman, sko. Heldur betur. En hvernig karakterinn? Hvernig myndir þú lýsa karakterinn? Já, Hvernig svona, persónuleiki verið? Sko, í heiminum sem hún býr, þá hún svolítið svona notuð sem vopn og alin upp við það að vera vopn. Og ég held að þú veist, það ekkert erfitt að ímynda sér að þegar að það svona þín helsta kannski snerting og þín helstu samskipti við fólki í kringu þig, sem í rauninni meira tól en manneskja, að þá mótar það auðvitað mjög svona harðan einstakling sem hefur kannski ekki mikla þolinmæði fyrir þessu mennska í öðru fólki. Og við höfum farið mjög langt með það og við höfum þurft að draga úr því bara svo hún sé ekki hreinlega bara eins og hérna ótrúlega gripa. En það sem ég dýrka eiginlega bara við karakter, eða bara svona persónur yfir höfuð þegar þau fá að vera breysk. Og þegar við fáum ófullkomin mannlegu hliðarnar og þeir líka bara sérstaklega aðalhetjur eru með svona andhetju elementi í sér sem að hún hefur líka haft, sko. Þannig að þetta er búin að vera mjög flottur og fínn dans kringum hana, en svona þú veist, til þess að kjarna hennar persónu þá hún kannski svona þú veist hvað segir maður, þú veist, the unlikable hero in a way, sko, og fer í gegnum ákveðin, þetta þroskasagarinn. Algjörlega. Að mjög miklu leyti, þannig að við, bara ef fólk eitthvað svona í upphafi, bara þú veist. Þetta mjög fín lína að dansa, sko, að því við vildum að hún væri, þú veist, einmitt, hefði bakgrunn, hefði baksögu og myndi ekki mæta bara fullkomin og fullkomnótið og bara ég hetjan sem bjargaði deginum, þú veist, af því að það of auðvelt og við vildum líka skapa persónur sem eru með fleiri vittir sem gerir þau mannlegri, þú veist, að vera ófullkomin manneskja. Þú veist, ef við sköpum ekki vandamál hjá þessum persónum, þá hefur þú ekki til að býta í. Þú veist, ef við horfum bara á hérna God of War, mjög þekktur leikur náttúrulega sem margir að spila það. Þú veist, við sjáum hérna með Kratos og Atreus, þú veist, þeir eru bara eitt stórt vandamál í byrjun. Þú veist, Kratos bara ekki nógu góður við son sinn og ógeðslega stífur pabbi og þú veist, Atreus með reiði vandamál að hitta þetta. En það það sem að þú hugsar, þá hugsar ekki alveg leikinn, getur hann ekki bara verið aðeins betri pabbi, getur hann ekki bara faðma hann, getur hann ekki bara, og það það sem að drífur áfram sambandið og ultimately ég ætla að sletti bara frástæðri vinstri, en hérna í gegnum leikinn þá hjartað af sögunni, sambandsþróunin á milli Rinn og Abram. Þú veist, þau að fara í gegnum vegferð saman sem byggir af því að læra hvort annað, treysta hvort öðru og einhvern veginn gangi í gegnum þetta ævintýri og það náttúrulega ekkert allt sem sýnist, það náttúrulega sjálf gefið í svona stóri sögu sem svona löng að þú ferð í gegnum marga svona beygjur og óvæntar uppákomur sem að breyta kannski náttúru þeirra sambands eða setja svona nýjan vinkil á það. Og þau þurfa að læra að yfirstíga þetta saman og læra að kljást við áskorunir sem virðast kannski óyfirstíganlegir í byrjun en í gegnum þeirra sambanda þá kannski eiga þau betri séns. Þannig að, og náttúrulega í byrjun leiksins þá fer inn í gegnum það að hún svolítið, ég ætla ekki að segja missi boltan en kannski fær ekki útkomuna sem hún vill þar og með það svolítið á öxlina á sér í gegnum leikinn að vilja leiðrétta þau mistök gagnvart einhvern sem henni þykir vænt og einmitt að díla við það sem Aldís var að tala þú veist, að vera aðeins lokaðri, að Abram náttúrulega leikinn af Karl Ágúst og hann náttúrulega kemur með sko bæði svona þessum mjúku föðulegu hlið sem að dregur úr þessum aðeins stífleika en líka kannski opnar á húmor sem mjög gott balans á móti karakter sem svona meira, þú veist, við kallum þetta straight man, þú veist, karakterinn. Þyngd í henni. Já, meira þyngd í henni en Rinn klárlega mjög, þú veist, mission driven og með ástæðunum mission driven, þú veist, í plottinu. Það sett upp, hún vill stoppa það sem að gerast. Þannig að það líka það sem að við sem players, það okkar perspektíf líka, að við sjáum eitthvað sem fyrir úrskeiðis og við viljum gera eitthvað í því. Þannig að, en þeirra samband finnst mér, það hjartað, það gersemin sem inn í leiknum, það sem að, þú veist, þegar lappar í burtu á leiknum, það sem stendur upp með og það sem Þannig að spila mikið á þetta þegar sambandi gerur leiknum. Þetta alveg svona berir hver að baki sér nema bróðuregi. Það þetta rosalega. Og spilurinn lítast á því vantilega að þau eru
að hjálpa Já, segðu hans frá hvernig það virkar. Þau eru förunöndar í gegnum mest af leiknum og þau náttúrulega, við erum ekki bæði bara að opna á sögu, heldur vildum við spegla þetta í spilun leiksins. Þannig að í gegnum leikina þá náttúrulega, þú stýrir inn, það þín aðalpersóna og þú náttúrulega ert með fjárstýringuna og hreyfir hana, en Abram með þér raunverulega og ykkar svona hæfni til að vinna saman verður öflur í gegnum leikin eftir því sem að læri að vinna saman, eftir því sem að kynnist og verði betur í þessu. En hann lykilþáttur í öllum sviðum leiksins. Við erum með combat í leiknum sem náttúrulega mjög stór partur af leiknum og svona klassískt þessum actionleikjum. En síðan erum við mjög mikið af platforming og klifri og við erum með þrautalausnir og líka eitthvað af exploration. Og hann ekkert minni þáttur í öllum þessum hlutum heldur. Þannig að til dæmis get ég bara nefnt að eitt dæmi að ef þú ert að leysa þraut, þegar við erum að hanna þrautina, þá hugsum við sjaldnast hvernig getur innleyst þrautina. Þá hugsum við, þau eru saman að klást í þrautina, hvernig eru þau saman í henni, hvað það sem Abram gerir, hann skrújað, þá hún hamar og þau þurfa þessi tvö verkfæri til þess að leysa þrautina. Þannig að þau eru mjög þétt saman og hann ekkert síður öflugur bara eins og í bardögum, að þá hann breytir alveg svona hvernig þú getur barist. Þannig að eftir að þú kynnist honum og byrjar að spila með honum sem förunaut, að þá svona breytist líka hvernig þú spila sem leikmaður og opnast ný tækifæri til að takast á ýmis skrímsli eða endakalla, sem hvað á íslensku. Endakalla. Ég var að þýða reyndum að bara, hvað þetta? Ég að fara að segja þetta? Já, nákvæmlega. En að spilinu sjálfur, þú veist, þetta hvar innblásturinn, kemur hann, þú veist, einhver ákveðni leikir á gameplayurinni, bara hvernig það? Ég myndi segja fyrir gameplay að þá vildum við gera leik sem að þú veist, klassískt action adventure. Þetta á ekki vera algjörlega, þú veist, alien fyrir þessi leikmaður. Þannig að þú ert búin að spila, þú veist, kannski eins og God of War eða Jedi Fallen Order eða Uncharted eða Last of Us og tekur upp fjárstýringuna, að þá þú veist, þú kannast við basicinn. Þú veist, 80% af leiknum familiar milli þess að leikja. En svo eru hinn 20% sem skipta náttúrulega mestu máli. Það hvað erum við að gera öðruvísi og hvað að koma nýtt inn í leikinn. Og inn í þessu þá erum við náttúrulega bæði búin að rinja með sinni eigin galdra í heiminum sem við getum notað mismunandi hátt og það var alveg, þú veist, bara fyrir okkur í þróun var alveg massa vesen bara í prototyping og þróun að finna og láta þessi mekanik virka. Því að þú gerir eitthvað nýtt þá þarfst að þýða það yfir allan leikinn. Bara við erum með þennan galdur, hvernig þýðir það fyrir púsl, hvernig þýðir það fyrir þennovin, hvernig virkar það í boss fights, hvernig virkar það fyrir platforming. Þannig að þessi 20% eru crucial og það mesta vinna sem fyrir þau. En það stór partur af gameplayunum alltaf. Eins og ég segja þá combat stór partur af leiknum. Það örugglega helmingurinn af svona moment-to-moment upplifun í leiknum og við erum með yfir 20 mismunandi óvinni-týpur í leiknum og ég get ekki sagt hversu marga bossa en nóg af þeim. En svo erum við líka með, þú veist, aðra uppbyggingu af leiknum heldur flesti búast við líka. Af því að leikurinn sem sagt skiptur í 10 meginkafla og hver kafli leiksins fyrir þá sem eru búin að sjá stiklun okkar, að þá mjög ólík umhverfin í leiknum og mjög fjölbreytt, en þau raunverulega hver kafli með sitt eigið look alveg í gegn og við erum bara að skanna alls staðar ísland til að skapa þessi umhverfi, en það hefur líka áhrif á gameplayið. Þannig að þú veist, í hverjum kafla ertu með svona sinn eigin setta mechanics og þannig að þú veist, alltaf þegar þú ert að klára einhvern kafla fyrir nýja kafla, að þá kynnum við fyrir nýjum mekanik, nýjum þrautum, nýjum óvinum og það heldur leiknum alltaf bara svona, alltaf eitthvað nýtt að koma til þín, alltaf nýjar áskoranir og þá þarf þú sem leikmaður að fatta, þú veist, hvernig þú ætlar að nota kraftan sem inni með, hvernig þú ætlar að nota það sem Abram færir til borðs til þess að tækla þessar þrautir eða þessar óvinni eða hvað sem í þessu, sko. Þannig að þetta eitthvað sem ekki algengt í leikjum, þú veist, eins og God of War, þú ert búin að læra mest allt fyrstu 3 tímana og svo eiginlega næstu 10 bara að spila í gegnum söguna. Ekki til að draga úr því, þetta með uppáhaldsleikjum, þetta bara öðru sem nálgun. En við vildum sérstaklega fyrir þessa ævintýralegu upplifun að þú veist alltaf, með þetta svona loforð til leikmannsins, að þú veist, það eitthvað allt annað að fara að gerast eftir þennan tíma og Daði, ég veit að hann sem yfir leikstöðinni, hann talar oft þetta sem svolítið svona episodic upplifun, þannig að kaflinn svona eins og einn þáttur og þá það svolítið, þú veist, það ákveðið sögubít sem gerist í þætti og svo fer í næsta kafla, sko. Og ég held að það sé bara nokkuð accurate. En það talsvert af platforming og talsvert af puzzles, þannig að við erum með mjög svona breytt gameplay í leiknum og fyrir þá sem að fíla þessa leiki sem nefna áðan, þá held ég að þetta sé bara, þú veist, home run fyrir þá, vonandi, fyrir þá leikmenn að taka upp fjárstýringuna og þetta kunnugt en nóg mikið nýtt til þess að
okkur finnst það ógeðslega spennandi, að þeim finnst það líka spennandi að hugsa, wow, hvernig getur þetta virkað í þessu samhengi, eða hvernig getur þetta hennagaldur núna í kombat eða. Ég held að vera home run fyrir langt flesta bara. Já, ég held það bara. Ég prófaði, ég meina, þú sýndi mér einmitt úr stúðs mismunandi heima. Það er gaman að geta einmitt þurft eiginlega að læra upp á nýtt í hverjum, því að eins og þú segir, maður fær einhverja krafta svo maður aðeins bara þróa ekki leikinn. Þetta er alveg svona skemmtilegt. Þetta sé eins og bara nánast eins og nokkri mismunandi leikir. Svona nálgun. Já, ég man þegar ég var að pitcha þessu fyrir teimið að þau horfðu fram henni og sagt, þannig að þú byggðu okkur að gera 5 mismunandi leiki. Og ég bara, það er rosalega. Þetta er svaka vinna, sko. En hrós til teimisins að þetta er allt komið inn og núna erum við bara að strauja og klára fyrir sér, sko. Já, Aldís, þú ert mikill gamer, eða ekki? Jú. Spilar? Jú. Ertu búin að spila þennan? Já, ég er samt ekki búin að komast langt, af því að við erum náttúrulega, hann er ekki komin út. Nei. Og ég hef ekki haft, ég bjó í Vesturbænum, ég var mjög mikið hérna árum áður, en núna er ég ekki lengur í Vesturbænum, þannig ég er ekki með svona greiðan aðgang að honum. En ég er búin að spila slatta, mér finnst hann geggjaður. Hins vegar er líka kærasta minn og stúdentar mínar búin að spila og þær eru sko að verða 7 ára og 12 ára og hann er að verða 42 ára. Þannig að hérna, það er bara geggjað að þau nuta hans öll. Mér finnst það mjög merkilegt að sjá þær spila. Ég var alveg bara, ég trúði ekki hvað þau voru intuitive fyrir þær að taka upp fjárstýringarnar og spila á þessum aldri. Sko sérstaklega 6 ára. Já, ég var bara, Það er alveg ótrúlegt. Og eins og við höfum talað það bara krakkar skilja svo mikið í dag, þannig að það eru kannski fullt af núansum sem eru meira fyrir fullorðna. Ég myndi aldrei segja að þetta væri barnaleikur í sjálfu sér, sko. En bara einmitt, mekanismin er það kunnuglegur, það er ekkert mál fyrir krakka sem að hafa verið að spila eitthvað. Og reyndar, veistu, að því sögðu, þá hefur 6 ára stúdóttir mín ekki spilað mikið, sko. Og hún er alveg búin að vera á fullu. Þannig að, þú veist, jú, þetta er geggjaða leikur. Og ég er meira í svona töluleikjum, þú veist, ég spila, ég er mikill Uncharted aðdáandi. Mér finnst hann minnir mig líka Tomb Raider. Fyrsta, af því hann er ekki open world, þú veist, þetta er ekki sandkassaleikur, en svona fyrsta Tomb Raider í nýju seríunni, máttu ég ekki segja þetta? Jú, og mátt segja allt sem þú vilt, það er ekkert, eða svona flest allt, það fer ekki spoila einhverju svaka, en meinar þá að hann sé svona í superu kjarnaupplifun eða eitthvað neða? Já, þú veist, maður er að byggja á hérna svona skillsetti í gegnum leikinn og það er náttúrulega mikið líka af upplýsingum sem að koma í gegnum svona collectibles, söfnunar muni, sem að við fáum líka bara meira baksögu í kringum ef fólk hefur áhuga á því, en þú getur spilað hann gett hratt gegn líka. Þannig að því leyti, það hefur hann oft minnt mig á. Síðan er kannski líka bara eitthvað það að vera með kvenkyns aðalpersonu sem er ekkert eitthvað. Jú, það er orðið algengara núna. Það er algengara með heldur. Hellblade, Plague Tale, Horizon Zero Dawn, þú veist, þetta er bara Last of Us 2, þú veist, þetta er orðið miklu algengara en það var fyrir 10 árum. Einmitt. Og við erum að svona taka þetta aðeins áfram með því að vera með einhvern af lituðum uppruna. Það er ekki ennþá orðið nóg algengt. Nei, en þetta er alltaf fleiri persónuallan koma fram sem er bara Robert og það er líka bara sterkar. Já. Ekki, þú veist, litlum skinnpjöllum að berjast. Nei, það er með riddara við hliðina sér. Nei, þetta er orðið aðeins meiri svona kjöt á beinum í því. Já, það eru alvöru karakterar sem eru bara að berjast fyrir sínu og eru með sína sögu og þú veist, það skiptir náttúrulega líka máli. Vil þú sést þetta? Þú veist, Rinn er náttúrulega fullklædd fyrir utan þarna að vera að sést í handleggina á henni. En hún er vel klædd. Hvernig hefði verið að leika karakterinn alla senur í þessum búningi í staðan fyrir að vera bara í einhverjum með hvítu kúlurnar og einhverjum þröngum galla? Ég get sagt þér það, með sko hvað það er ógeðslega heitt í þessu litla stúdíó okkar. Það hefði ég örugglega ekki lifað af. Nei, þetta er eitthvað leðupils og einhverja buxur og gallabuxur og stífinn. Þetta hefði verið alveg vesen. Já, þetta hefði verið vesen sko. Og ertu að taka alla senur í hreyfingunum með sverð og bardasenur og þú veist. Myndirðu vinna með skylmingabardaga, þú veist? Já, þig kannski, veit ég hvað sem mikið þú ert að vera í skylmingar. Nei, ég náttúrulega bara, ég held að allir geti unnið mér svo sem skylmingabardaga, vantilega. Það var nú alveg fasi þar sem ég fór hérna að læra skylmingar, en það eru örugglega komin 5 ár síðan, eitthvað svoleiðis. Og það var þegar við vorum í fyrsta tökufásunum, held ég, 2019 örugglega. Þá var ég að mæta á æfingar með hérna skylmingar, eða hvað heitir þetta, Skylmingafélag Íslands? Já, Hema. Já. Og þá lærði ég á, þú veist, mismunandi breytasverðum, þetta er ógeðslega þungt og bara mjög erfitt og þú veist, þetta er ekkert svona eitthvað sem maður hleypur í bara svona. Þannig að lokum þá var ég vist ekki nógu góð, djók. Wow, þetta er rótt. Ég held að besta lýsingin þú að færa inn í fréttunar, alveg bara, heyrðu, það er hérna. Ég er bara, strákar, nei, það er alls ekki. Það sem ég held að kannski hafi verið gagnlegt við þetta er bara það að Aldís fara að taka í sverð og venjast í að vera með það og sjá hvernig það er og hvernig þyngdina því er. Hjálpar henni náttúrulega að vera með þetta og meðhöndla þetta í sérstaklega í cutscenes og í leiknum bitum. En eins og maður veit náttúrulega með gameplay svona leikjum, það er bara eitt gameplay animation.
er að þú ert að hanna animation sem þarf að virka fullkomlega með tímasetningu, fullkomlega með parryrömmum, fullkomlega með blockingrömmum. Það þarf að vera með exit og intro og það þarf að geta seamlessly blandað yfir í öll animation sem þú þarft í leiknum og svo ertu með blocking og þú ert að geta blokkað og labba áfram í 45 gráður, 90 gráður, 120 gráður, 180 gráður. Þetta eru brjálæðislega mikið bara tæknilegar upptökur sko. Og allt þarf þetta að ganga upp með þessu. Þannig að leið og komin þarna að þá var það eitthvað sem við lærðum bara sjálf, við skoðum alveg í byrjun að fá til okkar stuntfólk og fá fólk inn bara til að hjálpa okkur með þetta. En svo þegar við tölum við hann í stúdíu þá komumst við að því að það er ástæða fyrir að það er mjög öflugt að gera þetta innhús líka. Þannig að fólkið sem er að vinna, að því að við byggðum náttúrulega greið motion capture VR, það er sem að taka upp leikna hlutina leiknum, en ekki síður allar hreyfingarnar í gameplay. Að þá lærðum við eiginlega mjög hratt að fólkið sem er að vinna þessu, það er svo þægilegt fyrir þau að vera bara, ok, mér vantar hérna þessa svona upgrade árás sem að getur unlockað á þessum tímapunkti leiknum, að þá getur bara farið upp í mockup, tekið hann upp, komið hann tilbaka eftir hádegi og svo bara, þetta virkaði ekki, fer aftur, tekur upp aðra útgáfur, tekur upp 5 útgáfur, og svo geta þau tekið öll gögnin, af því að gögnin sjálf, líka fyrir það sem kunni ekki mockup, gögnin, hráu gögnin eru bara, þetta er bara draft. Eftir þetta þá þarftu samt að taka og ítraða, af því að ef við myndum ekki breyta hreyfingunum til þess að verða punchy og hraðar og góðar og við myndum gera raunverulegar hreyfingarnar, að þá myndi þetta actually í gameplay myndi fíla miklu verið sko. Þannig að þú ert að hafa sens fyrir þetta fína sens fyrir hvernig gameplay á að flæða, fyrir hvernig tempóið í leiknum er og hvernig moment to moment er í gameplay. Ef þið hefur 0,3 sekúndur til að parja, að þú ert að vita allt þetta bara í internal klukkuninni sem animator sko. Að þessu sögðu. Þá ætla ég nú að segja að allt sem er í sko cutscene, það er ég og við, Kalli og eða hver annar sem er að leika. 90%. Það eru stundum millibilsbrúar senur. 95. Já, ég veit. Því að þetta er líka til að skýra því að þegar við tökum upp senunar, allir leiknubindir hennar, en ef það er sem sagt, segjum að þú setja á opnu senu og við ákveðum að þú actually opna hurð til að komast inn í senu. Að þá getur verið að hurðopnun sé tekin upp af einhverjum öðrum og svo færum við það yfir í upptökuna hjá allir. Það er þetta rosalegt þegar við erum að taka upp hurðopnun. Já, þetta er bara mál. Þetta er svo mikið að smáatriði. Mörgu. Ég veit ekki hversu oft við vorum í tökum og það var eitthvað svona, já, betur, þannig að hvernig er hún að komast inn upp? Við vitum það ekki ennþá. Nei, við vitum það þegar við náum að hanna levelið til þess að komast þangað sko. Þannig að ég skil það, ég er umhverfað svona með 10% kannski, en það er sena sem ég þarf ekkert að fá að horfa, sem ég er mjög stolt af, það sem að við fórum með svona afturbakk-kollnís. Og það var annar svona hlutur sem er ógeðslega gaman að geta gert í tölvuleik, af því að það er mjög erfitt. Ég man ekki hvernig við fórum að því með sko allt dótið á, en það var svona moment sem ég var svona Það er þetta hljómað svakalega. Já, sérstaklega að vera með sko myndverna framinu sér sem að þú veist er ógeðslega dýr og maður vill helst ekki brjóta hana. Nei. Sem gerist aldrei. Það er ekki mælt með að fara aftur og bak kollnís með vél með græðuna. En svona er að þú ert að vinna með fagfólki. Já, ég veit það er bara þannig. Skemmir ekki græðunar. En þú tekið fleiri svona verkefni. Er þetta eitthvað sem að þú getur séð fyrir þér að gera meira af? Að vera í tölvuleikjum? Náttúrulega tekur framhaldið þessi á eftir að slá í gegn og svo eitthvað meira? Auðvitað. Já, ég er náttúrulega síðan var það bara svo ótrúlega að fyndið að þegar við erum að gera, þegar það er verið að byggja stúdíu, það er nýbyggt, þá koma 2 menn frá Breitlandi og þeir höfðu annarkvort að vera að vinna hjá eða mikið með Ninja Theory. Og þá heyrði ég fyrst af Ninja Theory og það var svona fyrirtæki sem að Myrkur hafði lítið mjög mikið upp til og voru með ógeðslega flott trajectory að svona. Við höfum líka farið í heimsótt til þeirra sko. Þegar vorum að byggja motion capture verið þá fórum við þetta herra og vita hvernig þeir byggðu sitt sko. Nákvæmlega, af því þau eru með svona ógeðslega skemmtilega underdog sögu. Og síðan náttúrulega gerist það bara fyrir einhvern veginn, veit ekki, tilstilli einhverja kraftaverka og stjörnurnar rauðaust einhvern veginn upp að ég fæ hlutverk í seinni leiknum, Hellblade 2 sem að Ninja Theory hafði verið að framleiða og það var ógeðslega gaman að vera með allar reynslun okkar og koma inn í það en á sama tíma, þú veist, þvílíkur munur, við erum í grasrótinni. Þarna var ég bara, ok, þrátt fyrir það að fyrir til dæmis mig sem byrjaði þegar þeir voru 7 manns að vinna á skrifstofunni og þið 2 voru, þú veist, 2 af þessum 7. Askiðri, núna erum þetta 60-50 manna. Já, við erum 40 í full staffi og svo erum við með náttúrulega fólk frá útgefandanum og annað sem telst svona óbeint til viðbótar en kjarnan teimið er 40 hjá okkur. Þannig að þú veist, teimið er nánast búið að fimmfalda sig og mér finnst það ógeðslega stórt. Síðan kem ég hérna út og þetta er bara allt annar pakki af því að þau eru búin að vera við og þau eru, þú veist, draumurinn að ganga ógeðslega vel og Microsoft kaupir þau 2022 eða eitthvað svoleiðis. Og þá, þú veist, þar er til dæmis stúdíóið
allt miklu stærra og svona, en sérst kjarnin svo sami. Þú ferði í þess að fárlega ljótu búninga og þú ert með, ég held að sé enginn sem að bara rífast við mig þegar svona búninga, eða hversu flottur maður í þeim. Þetta bara svo fyndið og ekki einu sinni, þetta svona spandiskalli með svona með velcro og en þú veist, kjarnin svo sami, en þar sko kannski munurinn þar til og hér að þar myndavél í rýminu sem myndatökumaður eða manneskja. Myndatökumanneskja með í rýminu ásamt öllum myndavélunum sem náttúrulega eitthvað sem væri ógeðslega gaman að taka inn seinna, sko. Við byrjum að gera þetta hjá okkur, við ákveðum svo einhverja leiðin í ferlið að velja bara allt í post-production. Af því að við þurftum ekki að gera það live og við hugsaum við viljum ekki að leikararnir sé að leika fyrir hlið. Við viljum bara séu á staðnum að gera þetta. Þannig að þú veist, við höfum alltaf þann valkost sem var nýttur á einhverjum tímapunkti að fara inn bara með myndavél á svið, þá bara trökkum við myndavél og horfum að senna bara í replay. En mikið af þessu líka þú veist, að því að við smíðum umhverfið oft eftir að senur eru teknar, að þá viljum við ná ákveðnu, þú veist, kameramúvi eða ákveðnu vista eða ákveðnum vinklum með við lýsingu og allt annað sem að, þú veist, við viljum ekki festa okkur mikið í myndavélinni upp á þetta að gera líka, sko. Þannig að hjálpar okkur að geta, já, fyrir eftir leiknum og hvað erum framleiða, sko. En til að svara hvort þetta sé eitthvað sem ég vil gera meira, já, bara, þú veist, sem leikari þetta vill maður bara vinna, þú veist, maður vill vinna við vinnuna sína og auðvitað eru tölvuleikir síðustu kannski 10 árin búin að taka, þú veist, svoleiðis gigantíft stökk og núna þegar ég var þarna úti fyrir stuttu þá hitti ég auðvitað marga af svona kannski stærstu leikurum í þessum heimi sem Geira og það er ennþá gjá á milli kvikmyndaleikara eða sjónvarpsleikara og tölvuleikjaleikara, alveg eins og það var gjá á milli kvikmyndaleikara og sjónvarpsleikara til dæmis. Þannig að það er bara eins og það er. Ég myndi ekki segja að maður sé að gera minni vinnu, ef eitthvað þá jafnvel meiri vinnu að vera í tölvuleikju. Ég vildi að fólk myndi skilja það. Hafandi núna verið að vinna í öllum öðrum fösum líka, sko. En að því sögðu það bara, já, ég meina, ég vil ekki takmarka mig við eitthvað eitt, ég vil bara gera þetta allt. Nei. Og finnst þér eitthvað spennandi sérstaklega því þú elskar tölvuleiki sjálf? Já, að bara geta... Ég hef búin að vera í svona partameðferð og þú veist það að ég læra að tala við mismunandi parta af sjálfum sér á mismunandi aldurspil, að segja við Aldísi sem var, þú veist, 6 ára, 12 ára bara, þú veist ekki hvert þú ert að fara, þú veist ekki hvað þú ert að fara að gera og náttúrulega þú veist að fá síðan þessa viðurkenningu fyrir mín störf í tölvuleikum eins og þetta baftadæmi, það bara, þú veist, þetta er svo styrlað eitthvað að geta ímynda sér að það sé hægt að ná svona langt í þessu, en það er hægt og það er ekkert til þess að vera einhvern veginn að snobba fyrir þegar kemur að tölvuleikum. Þetta er styrlun, þetta er trill og þetta er framtíðin. Algjörlega. Og hefur verið að þróast ótrúlega hratt og bara flokkar í... Það er mjög mikið að breytast og það er líka bara, sko, þú veist, bæði það sem er að breytast náttúrulega tækifæri sem við gripum, sem það að þú ert ekki bara lengur með þessi 300+ manna stúdíó sem að gera þetta. Þú ert komið með miðlungsstórt stúdíó sem geta gert rosa mikla framleiðslu og það er náttúrulega helst af okkur leikari, þetta er gigantísk framleiðsla á bak við þetta. En það sem ég held að sé að breytast því meira sem við sjáum af leikjum sem eru í þessari svona millistærðar teymum því betra, þú veist, sem að nýta þessa tækni. Þegar fáum við fleiri sögur, fáum fleiri ævintýri og þá fáum við líka miklu fleiri leikari sem eru komið að þessum ólíku verkefnum, sko. Þú veist, við sáum til dæmis bara með og það er alltaf reynsli á fólki sem kemur að þessu, en maður hefur séð, þú veist, einmitt bæði fólk sem er að stíga úr Hollywood inn í þetta, en líka hefur séð bara leikari að stíga inn kannski í svona fyrstu eða önnur hlutverkin í tölvuleikjum og það allt í einu bara svona, þú veist, þau bara komin fyrir augu milljóna manna sem að hjálpar rosalega mikið náttúrulega fyrir þessa leikara og þýta áfram. Það er frægt með Baldur's Gate, það voru nokkur leikara þar sem voru, þú veist, ekkert eitthvað sérstaklega þekktir, en núna náttúrulega, ég veit ekki hvað búin að seljast mikið leikurinn, en það er bara, þú veist, following þeirra á TikTok og Insta og þú veist, það er bara búið að springa, sko. Ég menna Mass Effect líka, til dæmis. Mass Effect líka, annað gott dæmis. Það er eina aðaleikur Handmaid's Tale, leikur því, og síðan er líka bara svo gaman að sjá, og það er kannski sem er að brúa bilið hvað mest að vera að sjá alla Hollywood-leikar, eins og þú veist, þegar Keanu Reeves leikur tölvuleik, Mads Mikkelsen, það, og þú veist, já, bara, það er svo ótrúlega margir leikarar búnir að taka sér, Elliot Page. Þannig að þetta er sko svona, þetta er alveg að fara að nást. Já, þetta er að komast þangað. Það getum við öll bara að gera þetta. En ég held líka sem að kontributa mjög aðeins inn í þetta að sko, að því að tölvuleikir eru, þú veist, framleiðsla á kvikmynd og þáttum mörgulítið ólík tölvuleikjum upp á það að gera að, þú veist, snúningstíminn á þeim er hraðari og oft er þetta ódýrari framleiðsla að gera kvikmynd eða þætti heldur en tölvuleiki. Þannig að, þú veist, það eru færri tölvuleiki framleiddir þóttu séu mjög arðbærar vörur og arðbærar ef eitthvað.
að þá samt bara staðnandi svo að þú getur ekki snúið tölvuleiki að pratt eins og við erum búin að vera þessi 5-6 ár. Það bara venjulegu veltutími á svona leik, þannig að ef þú færð hugmynd að gera tölvuleik, og það undan forvinnslunni, sko. Þannig að jafnvel út með full baka sem bara með 100 manna teymi og tilbúin að fara af stað, þá getur þú samt stillt klukkuna hana 5 ár fram í tíman, þannig að hvað kemur út. Þannig að þetta svo brjálaður viðsnúningstími. Og af því að það hefur ekki verið að færi margra að gera þetta áður en núna, þá eru bara x mörg fyrirtæki sem að framleiða leiki, sem að þessi kaliberi, þessari típu. En ég held að það sem að breytast núna náttúrulega að við erum að sjá, við sáum hérna Sandfall Interactive minnum heita sem gerir Expedition 33 sem er komið núna, það var annað miðlungsstórt franskt fyrirtæki, með Plague Tale frá Sobi minnum heiti, það var 40-50 manna teymi sem gerir fyrsta Plague Tale, með Hellblade, annað gott dæmi, að fyrsta leiknum þar, það voru 20 okkar starfsmenn, fleiri náttúrulega setni, en þannig að við erum að sjá þessa þróun gerast, það sem þetta ekki bara 300% manna teymi, það var fleiri vörur og það sem er skemmtilega við það líka að þessar vörur geta líka tekið svolítið liberty. Þetta geta verið ný hugverk, þau eru ekki alltaf að byggja þekktu hugverki af því að þau eru með minni fjárhagsáhættu heldur en sem stærstu og líka af því að það eru minni boðlegir minni teymum og það er oft meira creative output að þá geti þessi miðlungsteymi gert svakalega spennandi hluti og ég held að Expedition svolítið kjarnaði þetta fyrir mörgum. Þegar þið sáu náðu að taka JRPG element inn í svona leik og skapa þetta og fólk var bara wow, en ég held að þetta er rosa erfitt að gera þetta á AAA skala, samfara einhvern veginn að gera þetta fyrir 20 milljarða. Að segja ég með hugmynd, ertu til að gefa mig 20 milljarða til að prófa þetta. Þannig að fyrir miðlungsstór teymin til að gera þetta, það fyrir mér að opna svona nýja spennandi braut í leikjanum, þar sem við sjáum bara leiki eins og við erum að gera leiki eins og Expedition og aðra sem að held ég bara höfða til rosa margra og komið eitthvað nýtt. Ég sé líka svolítið þakklátt af því að stóru fyrirtækin hafa verið að gefa fullt af leikjum út risastóru fyrirtækin sem oft koma bara út gallaðir jafnvel í byrjun og að patsa á eitthvað frammetir og menn verður bara pirraðir þó að sé 1000 manns á bakvið eða eitthvað. Þess vegna einhvern veginn, ég finn bara tölvuleikjaspilarar mjög þakkláttir fyrir þessa leiki sem ástríðan og eru gerðir bara litlum teymum og það einhvern veginn smitast út í gameplay og bara hvernig leikurinn er. Og það nákvæmlega kjarninn hérna. Við erum með teymið hérna og það eru allir bara, þetta bara heart on the sleeve, eins og maður segir. Þetta bara, fólk bara hérna að því að vill sjá þetta í gegn. Þú sér þetta alveg að starfsmenn vil ekki, ef það er eitthvað sem ekki alveg tilbúið, þá svolítið erfitt með að fara heima þegar þau eru bara ok, en það má ekki vera svona, þetta verður vera svona. Af því að þetta fólk að spila tölvuleiki alltaf dag. Það elskar að spila tölvuleiki, það upplifir þessa tölvuleiki, það veit að það er búið þetta til fyrir einhvern annan og þeim bara svo ant að gera þetta rétt og gera þetta vel. Og það skiptir svo miklu sköpum í svona fyrirtækjum, að hafa fólk sem bara rosalega drifið, brennur fyrir þessa leiki og mætir í vinna, ef maður mætir í vinna á þriðjudegi, þá og það er einhver leikir gefin út, saman hvað leikur það þá yfirleitt það talk of the town á skrifstofunni næstu 3 daga, bara, sástu þetta, eitthvað svona, og þá, það ekki ekki, sko. Nei, mér finnst líka bara svo yndislegt eitt sem kannski, þú þarft ekki að spila tölvuleiki til að skilja hversu fallegt þetta en í þessum bransa, af því að það er svo fá fyrirtæki í rauninni sem hafa tök á því að vera búið til tölvuleiki, það er ekki þetta svona, og nú er ég ekki að tala niður kvikmyndiðina en þannig séðan bara, það er ekki kannski alveg sama samkeppnin sem sífellt í gangi, auðvitað er eitthvað x mikið fjármagn og það er, og eitthvað ákveðið pláss, en það er svo mikið samvinna bara eins og með Ninja Theory, hversu mikið Myrkur vann með Ninja Theory, hversu mikið þau gáfu okkur og síðan fer ég út og ég tala um Myrkur og þeir bara, við munum eftir því, oh my god, eru þeir, já við erum alltaf til ef þeir komi í heimsókn endilega, og væri gaman að koma í stúdíó þeirra, það eru svo mikið allir saman í liði. Besta við innan, sko. Þetta er fallegast og að fá að hafa verið svona lengi að lifa og hrærast í þessu, þá líka finn ég bara, það er svo falleg orka, ég hef aldrei komið í vinnuna hingað á öllum þessum guðminn almáttur 8 árum og upplifað einhverja svona kergi eða óþægindi þó það hefur verið hart í ári. Það er búið að fara í gegnum alls konar, skilurðu, innan þessa fyrirtæki. Það er líka svo ógeðslega fallegt, hvað það er mikil auðmýkt og hvað það eru allir peppaðir. Og það að Ísland sé að taka þátt á þessum kaliber og koma með einhverja algjöra nýjung, þú myndist ekki á það, ég ætla bara að gera það, að skanna jökul sem hefur verið fyrsti jökullinn að við höldum, sem hefur verið skannaður inn í tölvuleik, ég bara minnst það svo bilað magnað, það hljómar ógeðslega vel og bara að Ísland sé að koma með nýjung inn í þennan bransa, að þetta sé hægt og líka bara að keppa við risa út í Bandaríkjunum, Japan, skilurðu, Bretlandi og síðan kemur Myrkur og bara eitthvað, já, við erum líka að gera þetta, skilurðu, mér finnst það svo ógeðslega flott og við erum alltaf Íslandin og þegar búið að sanna sem í EVE Online og öðrum leikjum og svona og við erum samt bara svona stór, skilurðu, í þessu samhengi, það segir svo mikið svo bara, maður lifir
rembingnum aðeins að koma út. Já, ég segi, ég elska þess ástriðu og ég bara get ekki beðið að spila leikinn. Hvenær má ég spila, hvenær byrjar maður að teka á honum? Eins og kom fram í stiklunni, þá að koma út núna í sumar. Við megum ekki segja nákvæmlega dagsetninguna alveg strax, en það ekki langt í að við förum að tilkynna það líka. Það sumar maður, það nefnilega sumar, þannig að þetta ekki svo GTA, við erum ekki ítis og áfram, sko. Þótt þessi ógeðslega spenntur fyrir að fá hendurnar á nýja GTA. Verð ég að fara að koma með myrkrunargardínur bara, er það þannig sumar? Bara, maður verður að gera það, ekki? En það einmitt, það var hjá okkur, okkur langaði að því við erum ekkert stærsta fyrirtæki í heimi, okkur langaði bara að opna á leikinn þegar við erum tilbúin að opna á hann sem við erum núna og þá bara, keyra á ekkert of langa herferð, við treystum okkur ekki að tilkynna og segja svo kemur eftir 2 ár, við vildum bara tala um hann þegar við erum tilbúin að tala um hann en núna þegar við erum tilbúin að tala um hann, að þá erum við að fara að gefa út þessa stiklu og svo erum við að fara að gefa út bara hellings af efni á YouTube hjá okkur og á socials, þannig að við erum með TikTok og Instagram og YouTube og þar erum við að kafa onni í þessi spennandi hluti eins og Aldís nefndi inn á með að skanna jökul. Við actually bara dokumentum þetta ferli, þannig að við förum í gegnum bara ferðina, við skannum líka Kirkjufellin í leikinn, Stjúlagil, Reynisfjöru, fullt af svona íslensku staðsetningum og við förum inn í að þetta er svaka áskorun, bara eins og með Kirkjufell, maður mæti bara að horfa á fjallið og bara hvernig ætla ég að skanna þetta allt, og það er bara crazy, en við gerum það. Og það er ógeðslega gott í leiknum, Kirkjufell. Já, ég held ég að sé jökulinn í einhverju borðinu. Já, séu jökulinn líka, sko. Mjög vel út, sko. Þannig að þetta er einmitt svona, gaman að tala um þessar áskorunir og líka, við erum að gefa út myndbönd sem er að tala um hvernig við erum að taka upp þessi bæði combat í motion capture eða söguna og hvernig við actually smíðum cutsinn í leiknum alveg að fyrir röð og þau eru öll í rauntíma by the way, þetta er allt rendert, þetta er ekki bara myndband sem spilar og það var sin eina áskorun líka, sko. En þannig að ég mæli með núna bara á næstu mánuðum fyrir það sem er að tjúna inn núna er bara að fylgja okkur á þessum miðlum að því við erum að fara að gefa út ógeðslega mikið efni um þetta og ég held að fyrir það sem hafa einhvern áhuga bara að læra meira leikinn þá er bara mikilvægt að fylgjast með og sjá allt sem við erum að fara að gefa út því ég held að við erum að opna kannski meira á þetta heldur en margir gera og það er bara því okkur finnst svo gaman okkur langar bara að tala um þetta, sko. Já, mér finnst það bara mjög, maður finnur bara að maður skynjar ástyrjun og það er svo gott, sko. Við erum kannski ekki stærsta fyrirtæki í heimi, en við erum stórasta fyrirtæki í heimi. Það er rosalega. Það er svolítið þannig, sko. Já, ég þakka kærlega fyrir þetta. Maður er búinn að komast miklu betur inn í heim og skilja hvað svona áskoranirnar eru á bak við þetta. Þannig að ég er mjög spenntur og við verum duglegir á Game TV að fylgjast með því sem er að gerast í leiknum og spilum hann bara við allra fyrsta tækifæri.